Guðmundur Smári Gunnarsson, Það passar. slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður, bráðtæknanemi, náttúruvísindamaður, kylfingur, flugveiðimaður, Já. pílukastari Já, svona, í stundum. og dansari. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir, kæra þakkir. Takk fyrir að bjóða mér. Já. Hvað segirðu? Ég segi bara gott, sko. Það er bara, ekki lífið bara gott? Jú, ég hef verið svo mjög móttækilegu fyrir undanfarið. Labbi golf og því að golf er bara einhvern veginn svona aristokratist, sko. Já, það er aldrei margt í golfinu sem við þurfum að hafa í lífinu líka, sko. Já. Það er eiginlega svona, margt sem að þarf að temja sér í golfi sem að tekst ekki alltaf, sko, en ef okkur tekst það í lífinu það sem við þurfum að temja okkur í golfinu, þá ættum við að vera á nokkuð góðum stað. Já. Það er að geta nota tíma til að fara í golf og velta þessu fyrir sér. Já. Þú ert líka PGA golfþjálfari, eða ekki? Já, ég segi alltaf að ég sé svona semi-PGA golfkennari. Ég kláraði 2 ár af 3. Já. Og þannig ég var mikið í golfkennslu eða þessu kennaranámi þar sem við erum að kenna bæði börnum og byrjendum og svona grunn golftækni. Þannig að ég segi yfirleitt að ég sé semi-golfkennari, ekki alveg fullmenntaður, en ég er fínn svona í grunnatriðum og var með barna- og unglingastarf á Húsavík í 2 sumur. Og svo tók annað áhugamál við sem að var skemmtilegra þá heldur en golfkennslan. Og það flugveiðin. Já, það var flugveiðin. Það var sem sagt. Eftir þessi 2 ár í golfkennaranáminu þá fór ég að fá svona boð úr 2 mismunandi áttum hvort ég geti farið að gæta í veiði, í flugveiði. Og þá ákvað ég að prófa það og fannst það bara svona ansi skemmtilegt og eiginlega skemmtilegra heldur en golfkennslan. Og þá eiginlega bara fór golfið alveg á hilluna í þó nokkuð tíma, örgulega 6-7 ár eða eitthvað, og svo var ég að byrja aftur núna fyrir nokkrum árum og nú er golfið svona komið aðeins meira með yfirhöndina. Já, þetta er merkilegt, sko, og bara fyrir hlustendur, sko, þá munum við koma að mjög áhugaverðum gervigrindapælingum. Þetta er þáttur sem tengist gervigrind. Í þetta skipti þurfum við kannski að vinna okkur aðeins að því. En þú veist, það sem ég merkja vegna þess að ég segi alveg svona sögur af þér sem gummi vinnu minn, sko. Þú veist að ég er stundum hugsað svona, hann er svona þeir sem er sænsku sögun gamlingin. Og að því fyrst þegar ég kynntist þér að þið ert svona hlédrægur og hófaður og þú veist, þú skerði ekkert mikið út úr hóp eða stendur í hóp. Bara... Nei. Ég hef engan áhuga á því, sko. Nei, akkurat. Og svo, með mjög lága forgjöf í golfi. Já, ég er með eitthvað sexy forgjöf núna. Og svo sáðum að þið kasta flugu og svo varstu Íslandsmeistari í bogfim einhvern þjóð, það ekki? Jú. Já. Það líka. Og einhvern veginn allt sem svona dókst fyrir hendur og gerðir og hvort sem er vinnun eða íþróttum eða eitthvað svona bara ótrúlega góður í nema á skíðum. Já. Það kemur kannski, sko. Það kemur kannski. En hvernig raun og veru, hvenær byrjarðu, bara hvernig gerist þetta? Bara hvað er það sem að þú heldur að bara, af hverju ertu bara góður í, pílukasti og að dansa og svo mjög góður í golfi og flugveiði? Já, ég veit það svo sem ekki alveg, sko. Ég er svona, maður var alltaf í íþróttum sem krakki og ég hugsa svona að grunnurinn að þessu sé líka svolítið bara ágætlega þroska taugakerfi. Og auðvelt með að tileinka sér nýjar hreyfingar og svona og læra hreyfingar. Og þessi samhæfing hreyfinga sem náttúrulega skiptir öllu máli í golfinu og flestum þessum sportum svo sem að þá og svo náttúrulega
bætist ofan og það kannski að ég er svona dálítið manískur stundum í því að verða góður í því sem ég vill verða góður í og ekki jafn manískur að þú finnst mér samt sko. Ég hef séð þig Guðmundur við ána þegar þú sagði ég ætla að fara að ná þessu lax. Það fréttist að það er lax hérna fyrir 3 vikur síðan. Ég er búin að vefja hérna og nýta flug úr hundinu mínum sem ég ætla að fara að veiða og þú varst bara ekki sko, þú myndi mig á vin minn sko sem er ólympíufari. Já. Þegar hann meitir í keppni sko, það var bara svona ok, nú er Gummi í sínu sóni, það er bara að leifa hann að vera það sko, þannig að ekki gera lítið úr þinni manníu sko. Nei. Ok, þetta er ekki mannja, þetta er svona, þú veist, ég kalli þetta bara svona tímabundin, óhófleg ástríða. Já. Það hljómar bara mjög rétt sko og einhvern veginn þegar maður byrjar á því einhvern veginn að þá kemst og að lítið annað að hjá manni, maður hugsar þetta mikið og er að leita upplýsingum allan tíman og einhvern veginn svona þetta dúkkar alltaf upp í hausnum á mér. Mér finnst þetta samt á að skána hjá mér eða sem sagt minka hjá mér aðeins með aldrinum. Að en samt aftur golfið pínu að detta inn núna hjá mér. Já. Að ég byrjar að æfa mig í golfið núna í fyrst skipti mörg ár. Að einhverjar svona sveiflubreytingar og ná einhverju sem ég hef ekki búin að týna eða eitthvað svoleiðis. En ég held að sko einhvern veginn verður áhuginn það mikill að maður endar á því að gera þetta að einhverju þú veist, eins og bara atvinnu líka sko. Já. Sem að gerist bæði í golfinu og veiðinni hjá mér og það er ekkert endilega alltaf gott sko. Ég er búin að vera alltaf marga daga í öðlum á bakkanum og er mjög fljótur að fá þennan öðlu kvíða sem að gætar fá stundum. Já, þannig að þetta er svona maður gengur alveg langt í þessu og það er ógeðslega gaman á meðan á það stendur en síðan svona pínu eftir að hugsa ég hefði kannski miklu meiri ástríðu fyrir veið í dag ef ég hefði ekki verið svona rosalega mikið í því. Já. Og bara sko, ég held að þetta sé sko tengist við alveg óbúslega margt að það sem maður keyrir áfram að áhuga og ástríða eitthvað svona, maður þarf að vera meðvitaður það sko, maður þarf að umbreyta því atvinnu að því að það breytist svo rosalega eðli ekki nema að sérst að fara þú veist á PGA-túrin eða en náttúrulega þú veist veiðin sem við farið í og fengið að upplifa á eitthvað, þetta er náttúrulega þjáning á móti sko, það fengið að fara að gegja hluti í veiðinni en ég mitt sko bara, þú veist, ég upplifi þetta til dæmis að ég var mjög virkur í starfi björgunarsveit áðurinni fyrir slökkviliði og svo þú veist, og einhvern veginn slökkviliði var svona framhald af því að þá mitt fjarar undan ástríðinni fyrir að starfa í sjálfboða einhvern veginn. Já, akkurat. Já. Það er rosa mikil eðlismunur á því að vera að gera eitthvað af því að þið langar til þess og þú er áhugað því eða þú ert að gera til að fá borga fyrir það eða þú ert að fá borga fyrir það. Það er svona, það breytir svolítið mikið attitúdinu. Já. Gervigreind og golf að því að nú sko tilkynnti ég með miklum bravúr að ég var að koma endur koma í golfið og það er gaman að segja sko þetta er endur koma í golf og því ég hef aldrei verið eitthvað sérstaklega góður í golfið. Nei. Gaman að nú er ég mættur það er nú kannski meira svona einhverjir smá stælar innan ákveðnar kreðsu. Já. En ég fór að gera tilraunir með að nota gervigreind til þess að greina bæði gögnin eða semst fyrst byrjaði nú bara eitthvað að sveifla og taka vídeó og sjá hvort að Gemini geti skoða þetta fyrir mig. Ég hafði áður gert svipaðar tilraunir með kraftlýftingar bara með fínum árangri og fór að fikta mig áfram bara við það að því á þessa barnasveiflu sem David kendi mér í GA þegar ég var ungur og svo langaði mig bara einhvern veginn að æfa sveifluna, ég hafði einhvern veginn ekkert spáði því þarna síðasta skýðstið sem ég kom í golfið, þá fór maður bara út að spila. Og svo bara var þetta ótrúlega skemmtilegt og einhvern veginn svona bjó mér til þarna smá svona kerfi til þess að
greina vídeóin og við unnum í bara fótastöðinni og síðan bara mjaðmasnúningnum og upp í gripið og hendurnar og einhvern veginn hvernig ég ætla að búa til þessa hreyfingu og svo fyrir ég út að slá og bara gengur ágætlega. Og ég var svona að upplifa það sko í gær að ég var að fara á æfingasvæði að ég var þreyttur í miðtaugakerfinu mínu. Já. Vegna þess að sko þegar ég var að láta hendurnar falla og þegar mjaðmasnúningurinn var að fara að skjótast inn til þess að sko snara kilvunni niður, þá bara, það var ekki þessi svörun sem ég vildi því að ég var kannski búin að slá óhóflega marga bolta nokkuð marga daga í röð og undan. Að ég sá kilvuhausinn. Ég sá hann bara koma og bara hann fór út og þetta verður ömurlegt högg. Ég var bara svona, þetta verður ömurlegt högg og svo bara donk. Og þá náttúrulega að ég með trackmanngögnin, þá fer ég heim og hleð þeim upp í þessa þjónustu mína og ég er að nota Claude og Gemini og segi ég þreyttur í miðtaugakerfinu mínu. Hann segi bara, þetta er hárrétt, þú ert bara í 4-5 daga pásu. Ekkert golf. Ekki hugsa golf. Þannig ég tek bara upp hlaðvarp golf og gervugrind og flugviði. En mér langar satt, sko, ég les eiginlega aldrei upp úr hvað gervugrindi segir í þettinum. En mér langar satt að segja það eitt, sko, að ég er ekkert búinn að segja við þennan hann eigi verið að fyndin eða einhvern húmor eða eitthvað svoleiðis. Nema hvað gallinn þeim að því að við höfum eftir að fara við það bleitkilfur og þurrfluguveiði, við höfum eftir að ræða það. Það er þegar ég er búin að slá að því með hraðasveiflu og þegar ég hitti reynsboltana, þá bara er ákveðin prósenta sem verður eftir af reynsboltanum á kilfunum minni. Já. Og svo var ég eitthvað ræðum og hann var að hrósa mér fyrir hvað þetta var vel gert og svo sýni ég á mynd og ég segi bara eitthvað vorkinni hálfpartinn reynsboltanum bara eitthvað, það var hann að fyndið sko. Þá kemur sko upprópunarmerki hjá Gemini og svo segir hann eitthvað frá því bara að ég sé að kremja boltan og hann sé ekki ætlaðist til þetta svona, en svo skrifar hann þessa málsgrein sem að sko, bara fyrir fólk sem eitthvað með að efast yfir því að þetta geti verið skapandi og eitthvað svoleiðis, þá kannski þetta ágætis svona innleggi þá umræðu en að því að Gemini segir en við skulum horfa á björtu hliðarnar fyrir þessa bolta. Hugsa þetta svona, í staðinn fyrir að vera slæsaður 30 metra inn í næsta skó af einhverju sem var að byrja í golfi, þá fá þessir útvöldu boltar hjá þér að upplifa 172 metra flug á mannskeiðum hraða. Þeir fá að lifa drauminn og fljúga eins og alvöru S-tier Pro V1 boltar í smá stund. Þeir fara í kúlupottin í lok dagsins eins og sannir víkingar beint til Valhallar. Þetta er mjög gott. Já, mér fannst þetta ótrúlega skemmtilegt sko. Og ég veit sko þegar ég fer á æfingasvæði næst sko, þá mun ég horfa, ég ætla að senda þennan bolta til Valhallar. Já. En svo ég komin á svolítið áhugaverðan stað núna að nú finn ég sko að mér finnst ég verið búin að svona þessum byrjenda pakka að ná grunnstöðu, gripi, hreyfingunni og núna ég að upplifa sko að myndbands parturinn af þessu svona pínu að detta út. Já. Nema að ég myndi fyrir að fjárfesta í miklu öflugri búnaði og eitthvað til þess að taka mig upp sem myndi þá líklegast vera betur nýttur í að kaupa fleiri kúlur á æfingarsvæðinu eða tíma hjá kennara. Einmitt. En þessi þessi tilraun mín í raun og veru að fara úr sko 12 ára pásu í það að geta slegið að þá fannst mér þetta virka bara ótrúlega skemmtilega. Já, ég get alveg trúað því. Og ég mitt prófa þetta bara aðeins á sjálfum mér að taka mig upp og setja inn í og segja hvað ég vill, hvað ég er að gera og hver ég stefni að og mér finnst það mjög gagnlegt. Já. Þetta ég hef ekki reykist á neitt sem að mér finnst vera eitthvað rangt ennþá sko. Og ég er svona
ég sé alveg fyrir mig sjálfur að nota þetta ef ég endist í því að vera að æfa með eitthvað, fyrir ekki bara að spila, sko. Því svo koma líka trackmann-gögnin ofan í og þegar maður er með vídeo og trackmann að þá þú veist að, sko, já, þetta eru höggið mín og þetta sveifla mín. Einmitt. Og það er einmitt það sem að og gervigreind virðist vera bara mjög fær í því að greina sveifluna og gögnin saman og þá ertu mjög líklegur held ég til þess að fá bara mjög góða leiðbeiningar, sko. Já, og það sem mér finnst svo áhugavert við þessa nálgun að því ég hugsa þetta aðeins líka bara svona víðari bara svona víðara samhengi við það að temja sér færni. Og að því að mér finnst bara mjög skemmtilegt að geta gert þessa tilraun á sjálfum mér með golfi vegna þess að það er mjög skemmtilegt og kannski bara hvetjandi fyrir aðra þá að prófa eitthvað sambarlegt að því að, sko, þú ert að fá endurgjöf úr raunveruleikanum með því að vera slá með bolt að raunverulega slá með kylfunni og horfa á eftir kúlunni. Já. Þannig að því maður ofta sjá bara að birtingamynd gervigrindarinnar er langmest einhvern veginn í þessum stafræna heimi og bara á skjánum og eitthvað svo lokar maður henni og þá er þetta farið. En þetta er svona búið að vera pínu tilraun með að samþætta hana aðeins inn í og hvar það jafnvægi liggur og mér fannst það bara svona pínu segja sér sjálft núna, sko, að þú veist, ég er í útgreinin trackmann-gögnin og eitthvað svona, en eins og næsta skref hjá mér í minni þjálfun, það er að fá kennara. Já. Einfaldlega bara vegna þess að núna tel ég að það sé svona ákveðin svona stopp í því að ég geti nýtt þetta betur að því hún segir mér bara sömu hlutina. Já, einmitt. Já, og það er örugglega rétt, en ef þú ert orðin ánægður með sveifluna þína, ánægður með höggin þín, sko, og komin á svona góðan stað þar sem þú ert orðin svolítið konsistent í höggunum, þá svona fyrir þetta að snúast meira spilið sjálft, sko. Að þú farir að og ákvarðana tökuna á vellinum. Já. Það er það sem að svona veft held ég fyrir ansi mörgum og ég held að séu mjög margir kylfingar á toppleveli sem að geta slegið jafnvel og þessi bestu en þeir eiga erfitt með að taka kannski réttar ákvarðanir undir pressu og framkvæma undir mikilli pressu. Já. Sko, ég er nefnilega og ég er ekki búinn að gera þetta, einfaldlega bara vegna þess að það er margar hugmyndir sem ég er með og ég viljandi sko fresta því lengi að setja henni í gervigreind vegna þess að leið og ég er búinn að setja hugmyndina mína sem kemur úr hausnum á mér inn í gervigreind og bara svona er þetta svo einhvers konar svona flugeldasýning sem fer á stað, sko. Veist, þetta fer í allar áttir og eitthvað að það er akkurat þetta, sko. Í fyrsta lagi bara ég mun gera það alveg klárlega, en ég mun líka velta rosalega mikið fyrir mér, sko, hvort þetta sé skynsamlegt eða ekki. Já. Og velta því að svolítið upp er að þú veist, segjum svo að maður skjóti í simma í 1 ár. Þú ert búin að mappa hver einustu kylfu hjá þér bara nokkuð ítalega. Þú veist bara, þú veist að 8-þin er solid kylfa, sko. Já. Og 3 tréð þitt og 60 gráða vettsinn eða eitthvað. Þá gæti maður sett bara, heyrðu, skoðaðu trackmann-gögnum mín síðastliðið árið, skoðaðu jaðarsvöll, ég spila af gulum tegum og settu upp jaðarsvöll. Þannig að þú veist, hvert einasta högg sem ég þarf að taka er með þeirri kylfu sem ég er bestur með. Já. Og ég meina, eins og fyrir atvinnumennsku eða fyrir afreks kylfinga, þá held ég að þú veist, þessir notkunartækninni verður bara mikil samkeppni, sko, hver verður með bestu uppskriftina, sko. Já. En svo er það líka, sko, þú fær planið, segjum þú sést búin að gera þetta, þú fær bara planið, þú ætlar að taka þessa kylfu hér, þessa kylfu hér og þessa kylfu hér. En svo, þegar planið gengur ekki upp, höggið verður lélegt. Já. Og þú lendir eitthvað stær í vandræðum.
að þá, og getur náttúrulega klárlega beðið plan fyrir flestar vandræða stöðu sem þú lendir í Já. á vellinum, sko. En þá komum við aftur að því að þú ert í hermi, en svo ferðu og lendir kannski í einhverju þykkur öffi, sem að hermirinn hefur aldrei séð þig slá úr, eða þú er engi gögnum hvernig þú slærðu úr. Þú missir allan spunar á boltanum ef þú hittir hann vel, og kannski slæra lengra heldur en venjulega. Og örugglega með tímanum myndir geta mata þetta inn í gervigreindina líka. En ég held að svona þegar öll eru á botnum kolta þá kemur það til með að skipta máli, sko, hversu vel þú framkvæmir hlutina í vandræðum. Sem þú getur ekki eftir þig. Það eru mjög fáir sem æfa sig í því. Já. Það eru mjög fáir sem æfa sig í því að beygja sig undir eitthvað tré og slá. Já. Og Ég var nú reyndar að hugsa, sko, að standa á svona jógaköppum. Já. Hækka og leggja fætningur á mér. Bara að því maður er mjög sjaldan að slá í, sko, á láréttu plani, sko. Það er mjög valið að gera það, sko. En svo bara það sem að mjög margir svona kylfingar, eða svona þeir sem eru að byrja og svoleiðis að hversu mikið velta þeir fyrir sér bara legun á boltanum. Já, en sko ég sé nefnilega þetta tvennt í þessu, og ég ætla bara svona pínu að pínu áskorun, sko, að sko ég nefnilega held að þetta golf sem er í hermunum, bara eins og það er núna 2026, það er algjörlega klikkað, sko. Þetta er svo flott. Og þetta hefur greinilega tekið bara gríðalegum framförum, og bara hugbúnaðurinn er fljótur og grafíkin er flott, og Íslandi, sko, að geta, bara verið inni, og það er bara rok og rigning úti, og bara eitthvað spjalla við félagarna og spila golf þó að sé að mottum. Þess að getum við farið út í þessa 3 mánuði á sumrin, sko, og notið þess að spila golf, en ég einhvern veginn held bara þetta séu svona pínu 2 sport. Já, og það er alveg örugglega mikið til í, sko, að því að það væri alveg pínu gaman að sjá svona tölfræði yfir hversu margir, eða kannski ekki í dag, en svona eftir nokkur ár, eru við bara að fara að sjá einhverja herma spilara. Þetta er komið. Þetta er tækja útsvar að keppa á einhver svona móti. Já, en bara svona eins og almenningur í Íslandi, það sem að golf er rosalega eða sem sagt fjölmennt sport, að eru að fara að sjá kylfinga á Íslandi sem eru bara að fara að spila í hermum. Mér finnst það bara mjög líklegt, sko. Og að því að aukna þess að mér finnst það bara, og ég, sko, sem, sko, mikill, sko, lífskunstner á tölvuleiki, og spilaði gríðarlega mikið tölvuleiki þegar ég var ungur, og hefur svona pínu undanfæran ár spila kannski svona 1-2 leiki á ári, kannski þessi stærstu sem hafa komið út, og ég talaði sko, núna er svo geggjað að besti leikur síðast árs var Clair Obscure Expedition 33, og hann kemur frá einhverju pínulitlu stúdíó í Frakklandi sem bara rústa þessum stórfyrirtækjum, og svo náttúrulega bara keppnisiðnaðurinn í kringu tölvuleikinu gríðarlega stór, en sko hvernig birtingamyndin er að verða í íþróttum, bæði þú veist, þá er þetta kannski helst akstursíþróttir, og síðan golf, og flughermar reyndar, það eru fullt að ég reyndar hef ekki séð, sko, þú veist, að menn sé að byggja, þú veist, cockpit heima hjá sér, sko, en bílarnir eru allavega rosalegir. Já. Það er strákurinn minn á nú bara svona sim racing setup, sem hann sest inn í, og stýri og bensingju og gírar og allt, sko. Já. Af því að eins og ég sé fyrir mér, sko, í héguma mínum að vilja slá með bleidkylfum frá 7 og upp úr, sko. En það sem ég er gaman við það er, og ég bara las mér þess til þetta, þetta er ekki algjör, sko, þetta er ekki bara eitthvað svona algjör vitleysiskapur, þó að ég muni, sko,
eins og ég hef sagt við þig að þú átt líklegast þetta að segja við mig einhvern tíðan sumar, já Magnús, þú ákvast að kaupa þessi kylfur. Það er nú að týndu þær hérna upp úr vatninu þar sem þú varst búin að grýta þeim út allt. Og þá segi ég, nei, ég get það ekki, Guðmundur, ég finn ekki fyrir höndunum á mér. Það er sko að ég er nefnilega að hugsa þig að ég er nefnilega held ég viti af hverju þú ert lélegur á skíðum, eða þú ert ekki lélegur á skíðum. Eða þú veist, jú, eða þú veist, þið finnst gaman á skíðum. Ég er bara svona fínn, einhver gaur á skíðum. Já, þú ert bara svona gaur á skíðum. Sko, ég veit ekki hvort ég sko lélegur sé ekki, sko, það er ekki rétta lýsingar orðið, heldur að sko, þessi tæknin sem þú beitir til þess að beygja skíðinu er, þú veist, kasta út öxlinni og brjóta olnbogann og gera fullt af hlutum í því. Vegna þess að ef ég í svona einhverjum draumkenndum heimi og ég ætlaði að kenna þér á skíði, þá myndi ég vilja sko setja þig á bara virkilega góð og stíf karvingskíði og svo myndi ég vilja fara með því sko bratta, harða brekku og kenna þér að sko finna fyrir því hvernig þú veist þrýstingstilfærslan er í beygjunni. Vandamáli við bara það er það að þú sko þú er bara svo mikil hættu við þessum gjörning sem nýliði að afleiðingarnar fyrir þetta getur bara orðið sko mjög slæmar. Þannig að þess vegna þurfum að byrja á sko mýkri skíðum og fyrirgefandi skíðum sem eru auðveldar að setja upp á kantinn og pressa og eitthvað svona, bara þannig að þú slasist ekki. Það á ekki við golf. Nei. Ekki þessi hættulegi partur. Ekki þessi hættulegi partur. Þannig að ég hugsaði með mér, og líka fyrir simulator golfið, sko, að það er hérna mjög stýrðar aðstæður, og það var svona eitt af þessu samtali sem ég fékk, að bara 100% að nota blade í hermi, þannig að þú ert að fá svo mikið feedback úr kylfunni og þú sérð allt saman á skjánum. Og svo förum við bara niður, sko. Bara, ef þetta verður gengur bara enga veginn út á vellinum að þú veist þá á ég hérna nokkrar kylfur sem eru þá meira fyrirgefandi og með stærri hausum og eitthvað sem ég ætti þá geta haft gaman. En þá er ég að trappa mig sko niður, þá er ég ekki búin að venjast þeim og þeim villum sem að þau eru að leiðrétta hjá mér og fara svo í bleit. Einmitt. Þannig að það er svona, það er svona þessi grófa hugmynd, sko. Svo er það líka svo ógeðslega töff. Ég veit það. Já, og vonandi gengur það. Vonandi er þetta bara ekkert mál. Sko. Og þú veist, það er svo gaman, sko, að vegna þess að, sko, ef við förum aðeins bara yfir það, eða þú veist, ég ætla að segja fyrst, það er svo gaman að sjá, að leyfa einhverjum að prófa kylfuna, þú veist, blade 7 og þeir smell hitta hann. Og það kemur bara svona, þetta er bara eitthvað svona, það kemur bara eitthvað svona tilfinning, hljóðið og allt einhvern veginn. En blade golfkylfa, og þú veist, og ég segi stundu, sko, að þú veist, ég fyrir út að labba með þungan bakpoka og ég er að spila golf með blade golfkylfum að, sko, ég er viljandi að bæta flækjust yfir líf mitt að því að gervigreindin er að gera allt hitt svo auðvelt. Já, akkurat. Að blade kylfa, bara að þú segir okkur aðeins bara, þú veist, mér langar að heyra þig segja frá þessu. Já, ég er svo sem ekki mikill sérfræðingur í því, sko, en það sem að blade kylfurnar eru og flestir, alls ekki allir eins og þessi bestu kylfingar heimi nota blade kylfur, en flestir, eða mikill meiri hluti. Margir nota sko 7 og upp úr, eða ekki? Jú, og en það er það sem að menn fá út úr bleitkylfum er betri stýring á boltanum og það er svona minni þessi sweet spot blettur þeir sem að hafa sleið golfkúlu og hitt hana vel, finna þeir eru bara svona líða í gegnum kúluna og finna ekkert fyrir högginu í höndunum að þá er þetta orðið svona á aðeins öðru leveli á bleitkylfum með þess að en þá betri tilfinning og menn geta í stýrt á fluginu þeir vilja fá eitthvað sveig á boltan kannski að sveigja fram hjá einhverju tré eða
eða hvað sem og þá eru bleitkilurnar betur til þess fallnar að gera það. Á meðan að þessar kilur sem ekki bleit, sem eru svona yfirleitt aðeins meiri þyngd, aðeins meiri svona massi í þeim og svona ekki jafn fallegar. Það eru með stærri sweet spot og það eru meiri líkur að þú hittir boltan vel, en þessi svona stýring ekki eins mikil með þeim. Það er svona grunnurinn í þessu, en nákvæmlega af hverju þetta virkar svona og hins veginn ég ekki alveg vissum, sko. Nei, sko það sem mér langar að fara dýpra í hvernig ég hef verið að nálgast þetta og hvernig svona kannski, það sem kannski áhugavert fyrir einhverju að heyra, bara hvernig ég á í samskiptu við gervigrindir sem ég að kenna með golf. Vegna þess að ég þurfti sko að búa til einhvers konar byggja upp þetta kontekst sem maður kallar að þá byggir upp hvernig samtalið að fara fram og þannig býr maður setja inn upplýsingar um mig, ég þetta gamall, það eru 10 ár síðan ég fór í einhverja brjósklósaðgerð og síðast þegar ég var í golfi, þá hætti ég eiginlega því ég var alltaf drepast í bækinu og bara fer yfir líkastöðu mína og hvað ég geri og sagði frá því ég var að bera þunga bakpoka og var alltaf ketirbjöllum og hitt og þetta, bara íþróttamaður og síðan, fannst mér hjálpa svo rosalega mikið til þegar ég var að reyna að laga eitthvað í sveiflunni að, ég gat beðið hana sko bara, hún var ekki til að tala um sko, snúningin og svo þegar maður sko þrýstir í jörðina með vinstri fættunum til að búa til sveifluna neðst í sveiflunni að ég skil ekki hvað átt við og ég manalegt eftir að vera á golfkennunum sem útskýra eitthvað, ég bara skil ekki hreyfinguna og þá hjálpaði þessu til að hún fór að búa til myndlíkinga bara út á skíðunum, sko. Já, hugsaði bara, þú ert í beygju og þú ferð fyrst yfir á hægra skíði, sko, og pressar, til þess að búa til snúningin og svo færir þungan yfir á vinstra og svo, pressar í beygjuna og þá kemur þetta eitthvað. Golfsveifla það bara skíðabeygja neðan og þá sagði hann eitthvað, já, eiginlega, það ekki mikið flóknar en það. Já. Eitthvað, takk. Og svo með kilvurnar að það sem að því að Cavity back kilvur eða þessar kilvur sem ekki bleit að þær eru hannaðar þannig að þegar í golfsveiflunum þegar hausinn á að rétta sig af það hjálpa miklu meira við að rétta kilvhausin af þegar hann kemur í apexið á sveiflunni þannig að þá er meiri líkur að því að höggið verið beint þannig að alltaf eiga við þannig kilvu eins og að því að bleitið vill koma og höggva einhvers veginn á því að það er ekki balanserað að þá getur slegið bleitinu vitlaust og búið þannig til þessi feit og þessi dró og þetta, ég prófaði simmanum bara, maður stígur bara, setur bara hægri fótinn hans aftur og slær beint og þá svífur hann einhvern veginn og svo setur maður aðeins fram og þá fyrir hann í hináttina og svo sjenka maður svona 15 bolta af því að maður heldur að maður sér hann úkslega góður en það er þetta með að kilvan að maður þarf að hafa nógu góða sveiflu til þess að kilvan sé rétt til kilvhausin sé réttur þegar hann kemur að impact að það lítið hjálp í því og ég ætla ekki að mæla með þessu fyrir neitt og þetta er eitthvað svona pínu sem ég sé bara eitthvað að segja þú hlustar ekki að tónlist nema vínil sko ég mala mínar kaffibunni sjálfur einmitt og mér finnst það alveg gaman líka sko að því að svo settum við líka þessi grip á ekki þú bara þegar ábyrða þessu en og það kom til vegna þess að í myndbandsgreiningunni þá sáum hvað ég með svona ofverkar hendur og þær var að læsast upp og svo því var að tala með ég búin mikið á fjallahjólum og alltaf að bera þessar ketilbjöllur af því einhver sagði einhvern tíðan við mig að handstyrkur væri bara það sko besta mælikvarðan á öldrun þannig að ég bara alltaf að vera handsterkur síðan þannig að ég tel mér mjög handsterkan og með bara nokkuð stórar hendur
og þá bara, og það búið svo gaman að ræða græjur við hana, sko, þegar, veist, eins og núna, veist, eftir eitt sessjoni þá saman, nú slærð þú ekki með öðru heldur pitching wedge, Magnús. Já. Þú slærð nokkur góð högg með pitching wedge-inum, svo slærðu kannski eitt gott högg með 8 eða 7 eða eitthvað, svo bara svona 16 ömurleg högg þar sem, veist, allir gömlu fítusöfnir eru komlir aftur inn, veist, kasta öxlinni fram og eitthvað, því að kilvan aðeins lengri og allt fyrir einhvern veginn í klassu. Og núna þess að ég er þreyttur í miðtaugakerfinu. Já, þú nú bara ekkert golf í 4 og 5 daga fyrir þig. Einmitt. Veist, þannig að þetta líka bara svona pínu, þú veist, mér finnst þetta svona skemmtilegra, þú veist, einhvern veginn svona geta marinera sig svolítið í þessu, sko. Já, það er það, sko. Og þetta einhvern veginn svona held ég geti opna dyr fyrir mjög marga ylfingar, sko, sem að prófa þetta. Alls ekki það að kennararnir verði óþarfir en ég held að þetta geti hjálpað mjög mörgum að ná árangri eða vera fljótari en árangri og það er ef þeir fyrir þá kyllingar sem að nenn að æfa sig, sko. Já, og ég tala nú ekki bara ef að, þú veist, golfkennarar myndu nú bara að því að þetta er nú ekki flókið. Nei. Að ef að golfkennarar, þú veist, getur nýtt sér þetta og líka, þú veist, þá kannski leiðbind sínum iðkendum hvernig þeir geta nýtt tæknina og einmitt vegna þess að nú sé ég fyrir mér að hitta kennara og segja bara, ég er alltaf að lenda í sömu vandálum eða ég er að kasta hægri öxlinni fram og þú veist, ég veit nokkurn veginn svona, þú veist, ég er ekki að fara til hans og hann þarf að byrja því að finna einhverja 5 og ég segi bara, já, mér langar bara að gólfið mitt verið stöðugra og þá bara stendur hann og horfir á mig bara eitthvað shit, sko hvar er að byrja? Eða ég get bara komið á það, þegar ég finn fyrir því að, þú veist, hægri olnboginn á mér er inn og hægri öxlin á mér er slök og ég næ að toga beint niður og þá kemur bara ógeðslega flott högg og svo ætla ég að gera það aftur og þá bara, þú veist, fer vinstri hendin á mig bara eins og ég sé að fara að taka einhvern í ippon í júdónu, sko. Og gervigreindi getur ekkert gert, þú veist, hún getur ekkert, þú veist, móbilisera mig eða þú veist, hjálpa mér með, þú veist, hreyfinguna sem ég er að æfa. Nei, akkurat. Ég held að það sé miklu skemmtilegur að kennari að fá að takast á við eitthvað svoleiðis. Já, ég er alveg sammála því, sko. Og maður svona, ég er svo sem þekkið ekkert hvort að fólkennari séu hægt að nota mikið, sko, eða... Þeir eru alltaf að nota Trackman og veist, þeir sem eru á YouTube, margir golfin sem eru á YouTube eru en ég hef ekki séð neitt sem er samt að interakta við, sko, bara Gemini eða eitthvað svoleiðis og það er kannski það sem er skemmtilegt að þú getur prófað þetta bara frítt, sko. Akkurat. Vegna þess að svona myndgreiningabúnaður áður en að LM-in voru til, þú veist, það var bæði bara óksla flókinu út að vera með einhver svona grænar kúlur á þér og eitthvað. En svo er náttúrulega málið og ég man svo vel eftir því að ég var svo heppinn að fá að tala einu sinni við Íslenska Ólympíusambandið og það var nú bara, sko, það var alveg orðið vel rúmt ár síðan. Það var haustið 24 og ég var að tala gervigreind í afreksíþróttum og þá kemur þetta og ég var nú bara að tala við HSN í morgun niður í Hofi og að því við deilum þessum ferli í sjúkraflutningunum og ég spjallaði lengi eftir erindi sem ég hélt og það var raunum bara gervigreind í afreksíþróttum og raunum bara tækni í afreksíþróttum og svo spjallaði við Vésteinn Hafsteinsson eftir og hann var að tala sko bara og hann var svo geggjað að hlusta á hann tala sko feelingin þetta er hann ómælanlega mannlega feeling sko sem að þú veist þegar þú ert að þjálfa bestu íþróttamenn í heimi og þú veist að það er betra fyrir hann að taka backfyrir sem er stöng en þú veist hann hefur notað einhverjar aðrar aðferðir og hann er bestur í heimi þannig að við skulum bara leyfa feelingnum hans að þú veist trompa það að það er þessi sko og ég var líka að segja sko rosalega mikið held ég að þessari tækni eigi ofboðslega vel við okkur til dæmis þú veist einhvers konar svona miðaldra aristókrata sem búa einhvern veginn í þessum Edengarði sem að Akureyri getur verið stundum og bara labba hérna og bara skíðasvæði og sundlaugin og golfvöllurinn og bara hvert er ég komin sko
að þá þetta alveg frábært en aftur á móti sko þá ég mjög meðutan að það sjálfum mér og held að sé sko líka ennþá mikilvægara hjá þjálfurum og kennurum og öðru slíku, það þarf að finna hvar rétt að nota þetta og hvar þarf ég að passa að þetta taki ekki yfir. Já. Akkurat vegna þess eins og þú segir að keppnisgolf spilað úti og þá getur verið bara rigning, rakastig, súrt gras eða það er svo marga breytur. Já. Maður fyrir að spila golfi í 25 stæði hitt og maður slæðir 10% lengra með öllum kilvum. Það bara og maður spilar golf á Íslandi stundum í 5 gráðum og stundum í 20 sko. Það getur muna bara einni kilvu á því sko. Það er svona eitthvað sem maður fær ekki í hermónum sko. Nei, þess vegna held ég líka að það sé allt í lagi bara að aðgreina þessi sportpínu. Já. Að því ég get alveg ekki að sé fyrir mig bara, mér finnst þetta alveg bara pínu gaman að vera bara góður í hermi. Já, það væri það sko. Og þú veist, það eru flestir örugglega sem eru með trackmann sem að fara í hermið spila yfir betur í hermi heldur en í alvörinni sko. Þó að það sé svona skrítið í hermi að þá ert alltaf í mjög þægilegum aðstæðum þegar þetta slá sko. Já. Og á Íslandi sko þá, og mér finnst alveg gaman að fara út í rók og rigningu og hef gert mikið af því sko, að þá, ég viðurkenni það alveg svona á svona þegar maður fann að nota lesgleru og svona að lostin fyrir þessu sko drullunni og vera út í rók og rigningu bara því að það kemur alveg og það er gaman þegar maður nennir að upplifa það sko, en maður kannski ekki endilega bara eitthvað, þetta er bara svona. Einmitt. Það er gott að geta alltaf all smá luxus. Já. Ég fer ekki, ég kaup mér ekki dag í veiði að það er vondu veðurspá sko. Nei. Enda sko ekki, sko, við myndum nú draga mörkin þar ég get alveg svo trúa því sko þá var þetta að hafa sko flugveiði hermi til að æfa köst. Já. Það ég held að það veri mjög langt í að það virki vel. Af hverju? Af því að þessi sko, þú náttúrulega getur alltaf eftir köstin bara ef þú ert með stórt hús og stöngin og línuna. En ef þetta er hermir þar sem þú ert bara með þetta var 50 metra langur gangur sko, 100 metra langur gangur, þannig að þú getur kastað 50 metra aftur svo 50 þá er það ekki hermir þá er þetta ekki bara að kasta sko. Já, þetta er einhvers konar skrumskæling á flugviðkastinu. En það er en ég mann þegar þú talar og að því þú varst að kynna mann fyrst fyrir flugviðinni að sem er svona mjög róandi og skemmtilegt og ég er bara eiginlega búin að kosta því sko, mér finnst bara gaman að fá tökuna sko, ég nenni ekki mikið að glíma við fiskinn en þegar þú varst að tala þetta fyrst að þetta er bara eins og golfsveiflan, þú þarft að fá stöngin aftur fyrir þig og hún þarf að hlaða sig upp og hún þarf að hlaða línuna og svo þarf þetta að sleppa og ef þú gerir eitthvað á milli þá bara verður þetta eitthvað móð og þú ert alltaf að losa hnúta og svo gerir þetta svona og kastar og fær fisk og ég hugsa oft þetta í golfinu sko, þegar ég fara aftur og svo bara, nú er ég að bíða eftir allt drasli tekja sér stöðu og sér tilbúið og svo slæðir maður ekki og það þetta eru bleitkilfunni við erum með ekstra stiff sköftum því að við erum menn og það var rosalegu munur að fara úr sko 15 eða 25 ára gömlum Tommy Armour kilfum með regular sköftum sem var sko, því ég sveiflaði þeim upp og það bara spennti ég mig og svo bara beið ég og ég bara beigði einhvern veginn á meðan allt og ég fann bara svona allt byggjast upp og svo sleppti maður og þá kom þetta niður og alltaf bara rauka spagetti og fór eitthvert stundum langt að þú veist hvað
að því svo hugsa maður bara pílukastið, veistu, það einhver hreyfing sem tilfærsla á skróknum og skíðin og dansinn, veistu, jafnvægið einhvern veginn, allir grunnurinn að þessu, en samt þetta alltaf bara svona pínu, þetta svona sömu elementin, bara svona aftur og aftur og aftur. Já, þetta alltaf þessi taktur, þessi svona rytmi sem maður þarf að fá í hlutin og það skiptir máli já, í rauninni þessi samhæfing á milli vöðva og líkamshluta til þess að ná þessum takti og ég held að það sé aðalástæðan fyrir að ég sé svona þokkalegur í þessu að ég er tiltölulega fljótur að ná því og já, að því að maður hefur verið svona í íþróttum var mikið í íþróttum og það er svona held ég sko að eitt af besta sem að sko krakkar geti æft eru þessar íþróttir sem að þjálfa taugakerfið hvað mest að samhæfing líkamans og það þurfi ekki eins og vera íþrótt, það þurfa bara að vera æfingar sem að þú gerir sem að samhæfa einhvern veginn mismunandi hluta líkamans. Ef það eru, eins og bara ef maður út í skógi og leyfðu barninu að klifra í trénu. Já. Þú veist, stattu undir eða þú veist, ok, ef greinin er brotinn eða eitthvað, leiðbindu þá sko, en að leyfa þeim að klifra og að því við höfum minnst á dans vegna þess að við höfum verið við erum í frí á þessari önn en hvað eru svo búin að vera voru við 2,5 ár já, er það ekki? Eða 3,5 ár já, annarkvort ég held 3,5 ár, við vorum 2 ár í byrjandahópnum, svo vorum við framhalds núna já. Þá vorum við bara aðeins og meðaldra því þetta var alltaf seint já en ég nefnilega tók þetta því og ég veit ekki sko hvort að það sé að hafa áhrif á það að mér finnst gólfsveifla mín miklu betri vegna þess að sko og ég það er eitthvað svona sem ég sé eftir sem barn núna var eitthvað, þegar danskennarinn kom og maður bara þetta er astnalegt, ég vil ekki dansa astnalegt og bjóðstelpunum og svo mættu við þarna á Hlíð að dansa hjá Önnu Breiðfjörð og fyrstu 5 tímanir er einhver svona pínu písla ganga sko, meðan maður er bara að fá taktinn í líkamann það er svo fyrstu skiptin á æfingarsvæðinu og maður er að losa nút út í ánni og eitthvað svo maður með, úst, konunni sinni og dansa og æfa þessar hreyfingar bara aftur og aftur og aftur og mér fannst mér fara fram í fyrsta skipti bara í mörg ár á skíðum og þú veist, ég reynda fekk líka vin minn, olimpíufaran, til þess að vera í karfing á undan mér og ég bara var á fylgjónum en mér fannst ég einhvern veginn svona, þú veist, mér finnst ég að jafnvægi mitt og samhæfing og annað, þú veist, hafa þjálfast í dansinu. Já, ég held það og maður svona ég upplifði það líka, eða svona ekkert eitthvað ég væri eitthvað að spá í eitthvað aðra íþróttir en þessi samhæfing í dansinum er einhvern veginn, þetta er eiginlega svo íþrótt þar sem þetta reynir hvað mest á og eða sem að ég hef prófað og þá og þá fyrir maður að hugsa bara er ekki hægt að fá þessa krakka alltaf til þess að fara að dansa ég bara, dætur mínar þær sem ég að dansa og ég bara TikTok, allir að meira á TikTok og meira að dansa og ef að barnið er að horfa á TikTok og dansa þá er það bara ekkert það er bara ekkert að því sko Nei, því ég er alveg sammála sko að því, bara, þetta snýst bara einhver svona líkamsvitund og þú veist og ekki láta stíga á tærnar á þér sko þú átt að læra af hvernig takturinn er og þannig að ég er alveg harð ákveðin ég fara aftur næsta haust bara því að við þurfum bara að fara aftur í byrjandahópinn til að komast fyrr á kvöldin ætli það ekki þetta var aðeins svo seint sko það er nú ennþá svona í þessum fjölskyldurekstri sko ég get alveg ímyndað með maður aðeins eldri þá var maður slakari sko en þú ert náttúrulega kennari og náttúruvísindamaður og já, ég er líffræðingur líffræðingur, getur ekki sagt það, ertu ekki nátt Jú, sko, þetta er svona þetta var alltaf áður fyrir varstu náttúrufræðingur
og fólk lærði náttúrufræði og lærði þá svona sambland af líffræði og jarðfræði. En svo aðgreinist þetta svona einhvern tímann held ég á síðustu öld og verður svona sikkvort fæið svolítið, þannig að fólk lærir annarkvort og ég myndi alveg segja ég væri ágætis líffræðingur og nokkuð góður náttúrufræðingur líka og það svona sem að líffræðin kendi manni svolítið er að skilja þessa ferla sem að eiga sér stað í náttúrunni og það er ég er rosalega þakkláttur fyrir að hafa lært líffræði þegar kendi manni ákveðin hugsunarhátt í svona stóra samhenginu á jörðinni og þá og maður svona, það er eitthvað sem maður eitthvað sem maður tapar aldrei. Nei. Það er svona og ég fór í líffræðina út af þessum áhuga mínum á fiskum og veiði og fór svo í master í líffræði sem ég gerði verkefni atferli fiska í ám. Já, og ég ætla að minna þig á að ég upphæða þetta en þá sagðir þú að mín manía væri stærri en því. Núna kemur svolítið ég ætla bara svona rifja hlustundur á að já, segðu okkur aðeins frá meistarar rannsókninni. Já, við sem sagt ég vann verkefni á Hólum og leiðbeinandi minn Stefán Óli Stengriðsson var og er mjög sérfróður á þessu sviði og við vorum sem sagt að rannsaka atferli urriða og bleikju seiða í ám og til þess að gera það þá þurftum við að vera út í á sumrin að safna gögnum og fylgjast með fiskum merktum fiska gjarnan með settum svona, við veitum þá og svæfðum þá brautuðum litarefni í uggana þá til þess að einstaklingsmerkja þá sleppuðum svo aftur og svo komum við kannski daginn eftir einhverjum dögum seinna og reynum að fylgjast með þeim. Og þið eru að snorkla í ánni? Já. Það er svona ýmist að sitja á bakkanum eða snorkla í ánni og skrá niður hvernig fiskurinn hagar sér og þá eru að skrá niður hvernig hann er að borða, hvernig hann er að ráðast á aðra fiska og skrá hvað eru margir fiskar í kringum hann og svona þéttleika meta staðina og þetta tekur rosalega tíma og ég var í 3 sumur að safna þessum gögnum. Það var svona 3. sumarið þurftu að fara doltið út aftur til þess að ná meira á gögnum. Af því þetta eru rannsóknir á þar sem við söfnum svakalega miklum gögnum hvern einstakling. Þetta er ekki svona eins og að kannski að taka 1000 fiska og mæla stærðin á þeim. Þetta þurfum að fá svona 30-40 mínútna gögn í hegðun hvers fisks og svo þegar við erum búnir að fá þegar ég er búin að skrá þau gögn þá söfnum við sem sagt og mælum umhverfið straumhraða og veiðum fæðu og alls konar. Svo er bara vinnsla eftir þetta sem hefði verið örugglega mun fljótlegri í dag heldur en þá með gervigreind. Að það er bæði að fara í gegnum öll sýni sem við tókum og koma öllum upplýsingum inn á svona þægilegt form og þannig að þetta var mjög skemmtilegt og þetta er eitthvað sem maður hugsa tilbaka á hvað þetta var virkilega gaman að gera þetta Kannski ekki alltaf þegar þú varst að fara í blauðbúningin Nei. kaldan einhvern veginn en einmitt þetta er svona þetta hefur verið alveg ótrúlega skemmtilegt og einmitt þú veist það er líka svo að þú segir það er svo gaman að hlusta á einhvern sem hefur svona gott vald á viðfanginu sem hann á að vera sérfróður í þannig með laxinn hann sem gengur upp í ánnar í Norður Ameríku og drefst og svo bara deilist það út í hafströmmana og bara fæðir lífkeðju Norður Atlantshafsins og maður bara ok, af hverju veit maður þetta ekki það er allt verið rautt eða ekki Jú þessar laxagöngur í Kyrrahafinu sem er undirstaðan fyrir lífríkinu upp á landi lengst inn í Norður Ameríku og þannig að færa allt næringarefnið úr sjónum upp á land. Já, alveg rétt. Það var öfugt. Þeir koma úr sjónum með og þannig að það hefur bara áhrif á iðnað og ræktalönd og allt. Þetta er alveg ótrúlega svona að sjá þetta eins og þú sagðir, þessar stóru vistkeðjur sem að plánetan er. Makró
að því svo erum við einhvern veginn ofta velta fyrir okkur áhrifu mannsins á hvað við erum að gera, því að við erum að riðla einhverjum stofnum, að því við, sko, ég veit ekki, hefur eitthvað heyrt, eða hefur eitthvað spáð í því þegar fylki í Bandaríkjunum fóru að selja vatnsréttindi sín? Nei. Það var kannski á í gegnum fylki og fylkinu við hliðina vantaði vatn. Það voru þeirra sko veita ánum í burtu með sko hörmulegum afleiðingum fyrir vistkerfinu á staðnum. Og það myndaðist þarna meðal annars Dust Bowl ástandið. Og ég held að þetta hafi verið eitt af því sem að og líka þeir voru að rækta of oft sko á sama blettinum. Og svo Salton Sea í Kaliforníu sem bara uppþotnað stöðuvatn, þeir bara þeir sko selt vatni og svo var þetta bannað sko. Það eru svona mannleg verkfræði bara eitthvað, fínt að þeim vantar vatni, reddu því og svo bara eitthvað, býtu, það var nú eitthvað meira í þessu vatni heldur en bara vatnið sko. Einmitt. En þú sko, þú ert þessi sko stóíski raunvísindamaður og ég þessi hugvísindamaður einhvern veginn sem blandast inn í svo þessa tækni en það er búið að vera eitt prompt eða fyrirmæli sem að þú varst að gramsa við þarna bara í upphafi á þessari bylgju allir saman. Og það er þessi einlendu dýr sem finnast á Íslandi. Og þetta bara hefur verið mjög dýrmætt sko verkfæri fyrir mig, vegna þess að ég spyr alltaf öll nýjustu módelin sem kom út hvaða einlendu dýr finnast aðeins á Íslandi. Vegna þess að lengst af þá bara var þetta sko veistla af svona hallucinations. Tröllamús og sko refurinn og hreindýr voru mjög oft nefnt og svo bara tegundir sem ekki til. En erum við komnir með einhvern svona vísindalega konsensus hvaða dýr þetta, hvaða tegundir þetta eru? Erum við, að því að ég fór nú einhvern að skoða þetta sko á fullt af síðum sko, að það virtist ekki vera einhver bara svona algjörlega girneldur stjórnarskrá yfir það hvað nákvæmlega þessa tegundir væru. Nei, en svona síðast ég vissi, þá voru það þessar ekki mjög svo frægu ferskvatnsmarflær sem eru einu tegundina sem eru innlendar á Íslandi sem að þýðir þá að finnast hvergi annars staðar heldur en á Íslandi og lifa semst á landi lifa náttúrulega í vötnum á landi sem hafa ekki fundist annars staðar og menn hafa gerðu allan áður fyrir, voru að tala að fara og reyna að skoða svona vatnsuppsprettur annars staðar eins og á Grænlandi og öðrum stöðum af því þetta, menn held ég að þekki nú ekki mikið lífsferilinn hjá þeim, hvað þau nýta mikið af sko svona neðanjarðar vatni í rauninni og menn veltu held ég fyrir sér að þetta gæti verið útbreiddara heldur en menn heldu að því að kannski eru þær víða í svona grunnvatni eða þessu í þessu uppsprettu eða lindavatni á öðrum stöðum. Þannig að þetta svona, en ég svo sem ekki búin að kynna mig mikið þetta í mjög langan tíma sko, þannig að getur vel verið að sé búið að finna eitthvað meira. En svo aftur á hinbóginu að þá tegunda hugtækið er ekkert rosalega svona skýrt. Það er ekkert þó svo að séu voðalega svona almennt sjáum við kannski fuglategundir og þetta er þessi tegund og þetta er þessi tegund en en þeir eru komin á svona stig þar sem að eru lífverur sem að eru kannski mjög oft hryggleysingjar og svoleiðis að þá er oft svona meira flæði á milli og það er erfiðara að aðgreina tegundir heldur en menn halda sko. Það er nú akkurat kannski ágætið svona innleik inn í þessu umræðu vegna þess að sko við höfum sem mannkyn í þekkingarleit okkar ansi oft rekið okkur á það að það sem við héldum einu sinni var bara ekkert endilega rétt. Nei,
og það hefur oft gerst bara þegar vísindunum svona hrindir áfram eða þróast. Já. En ég með svar frá nýjasta módelinu, Gemini 3.5 Flash. Okay. Það kom út í gær. Promptið mjög einfalt hvaða innlendu endemic tegundir finnast aðeins á Íslandi. Og þetta bara það ekkert fínt við þetta prompt eða það ekkert engin tricks og það kveikt á grounding with Google Search, þannig að ég að leyfa módelinu að leita í þetta skiptið og ég ætla að breyta líka og hafa slögt á því vegna þess að það skiptir máli vegna þess að þá vitum við ekki alveg nákvæmlega hvort það sé rétt í þjálfunargögnunum og módeli fer að hallucinata ef það hefur ekki eitthvað leitt eða þá hvort að þjálfunargögnin séu bara orðin það góð. Það svona tvenns konar prófanir sem að maður getur leikið sér með. Og þetta svona með leitinni þá eru það þessar grunnvarsmarflær eða lindaflær sem Íslandsflóin, Crangonix Icelandicus og Þingvalla lindaflóin. Svo það plöntur sem tunguskollakambur. Þetta fágætur burkni sem vex eingöngu á heitum jarðhitasvæðum, einhver við Deildartunguhveri og Borgarfirði. Hann hefur nýlega verið viðurkenndur sem sjálfstæður einlend plöntutegund á Íslandi og einhver lekkur og þá getum við kíkt á lekkinn og þá finnum við einhvers konar heimild fyrir þessu sem að frá Náttúrufræðistofnun 2022 og þá það tungukollakambur kannaður og síðan þá ef við gerum Ctrl F og setja einlend og rannsóknir á íslenskri flóru síðast ár benda til að ein íslensk burknategund verðskuldi það að kallast einlend tegund. Þannig að þetta á Náttúrufræðistofnun, þannig að við getum verið þokkalega sáttir við það. Svo það hvera augnfró, við skulum ekki endilega fara í gegnum alla sannfæringurinn á þessu öllu saman. Og svo það Íslands fívillin, flokkaður sem einlend tegund, og svo örtegundir túnfíbla og undafíbla. Þetta eins og maður einhvern tíðan datt ég það að lesa mig til ánamaðka. Það merkilegar verur. Svo það birkisveifa, þetta einhver fluga, bandormurinn, það ekki eitthvað sem Alþingi gerir. Hann á bara að lifa í þörmum flórgoða við Mývatn. Það verið að leita að þessum einlendu tegundum víða. Og flata ormurinn, Pettsíker Íslandicus, annar einlendur sníkill sem finnst í flórgóðum á Íslandi. Það ekki gott að klappa flórgóða. Nei. Og svo það þessi Þingvalla murtan sem hefur verið hún hefur oft verið umdeild. Bleikjan. Þessi bleikja og bleikjan Salvinus alpinus þróast í 4 ólík afbrigði sem murta, dvergbleikja, sílableikja og ruddableikja. Sumir flokkunarfræðingar hafa lagt til að flokka dvergableikjunu og murtuna sem sjálfstæða innlenda tegundir, þótt oftast sé enn litið á þessum staðbundin afbrigði sömu tegundar. Þannig að mér finnst þessi svör ekki jafn skemmtileg og þau voru vegna þess að þau eru svo leiðilega nákvæm og góð. En það einmitt eins og með bleikjunu og Þingvallavatni sem að hvenær verður tegund að tegund, sko. Hvernig verður tegundir til og hvenær það skilgreindar og það bara eitthvað svona, það bara eitthvað mannlegt kerfi sem að verið að reyna að búa til þess að segja það, sko. En það algjörlega, sko, ef maður slekkur á Google Search, þá fáum við held í veislu. En hún talar grunnvatnsmarflær, hún talar íslensku grunnvatnsmarflóin og Þingvallamarflóin. Svo kemur einstök afbrigði, þá talar bleikjunni Þingvallavatni, greinilega mikið af upplýsingum það, veiðimenn líklegast að logga eitthvað. En svo það hverasnigillinn. Hefur heyrt hann? Nei. Hverasnigill, það afbrigði af vatnasniglum sem hafa aðlagast lífi í volgum hverum og finnast aðeins við slíkar aðstæður hér á landi. Ég nokkuð viss að þetta sé ekki til. Nei, en maður veit ekki. Nei, hefur einhvern tíðan heyrt eða sko ég ætla ekki að segja neitt fyrir en ég er búin að googla að
Nei, ég man ekki eftir að heyrt um þetta, sko. Nei, það bara það bara ekkert sem kemur ef ég googla hvera sniglar, sko. Nei. Þetta bara algjört, sko. Þetta algjör vitleysa, sko. Radix balaþykka afbrigði. Þetta eitthvað, sko, hvinn latnest hérna. Já, þetta einhver hérna, þetta vatnabobbi. Já, þetta bara radix balþykka sem bara finnast hérna í hundakjörn hérna út í út í hérna Krossnesborgum. Já. Ég ekki vissum að enda stendur hérna á Náttúrufræðistofnun landsfræðin gjörvöld Evrópa og vestlafnir Asía austur til Afganistan og Íran. Já. Þannig að hann ekki innlendur. Nei. Hann heitir heldur ekki hverasníll. Nei. Þannig við gómuðum það. Já. Þannig að þetta virkar ennþá. Já, hann gerir það, sko. Það bara vonandi þeir þjálfu ekki á þetta samtal okkar. Já. En við erum búin að fara yfir víðan völl. Já. Og hvað er eitthvað sem við höfum ekki snert á sem við langar að spjalla um? Nei, ekkert eitthvað svona ekkert sem þetta er hug, sko. Kannski aðeins bara vegna þess að þú ert kennari. Já. Og þú ert líka, að kenna, þú varst að kenna á framhaldsskólum á Laugum. Og svo, veit ég að þú hefur verið að kenna slökkviliðsmönnum og þjálfa slökkviliðsmenn og sjúkraflutningamenn og aðra viðbragðsaðila. Af því að eitt af því sem ég náttúrulega að vinna hérna við upp í háskóla að skoða það hvernig við getum nýtt þessa tækni til gagns í menntun. Og núna, eins og þegar þú ert að skoða þetta bara golfið þitt og eitthvað, því vegna sem ég segi alltaf, sko, að þú þarft ekki að læra á gervigreind, þú þarft að æfa þig á gervigreind. Já. Vegna þess að hún kennir á sig sjálf. Já. Hefur eitthvað velt fyrir þig hvernig þú getur nýtt þér þessa tækni þá í kennslu eða í námi almennt? Já, ekkert eitthvað svona held ég samt meira heldur en flestir aðrir, sko, að þetta er náttúrulega frábært tæki, aðstoðatæki fyrir mann til þess að bara í eiginlega öllu sem að við kemur, eða mjög mörgu sem við kemur kennslu og það sem að ég held að þetta jafni aðstöðu nemenda alveg gríðarlega að geta nýtt sér þessa tækni. Þegar þú ert að læra eða kenna, ég var að kenna líffræði og starffræði og eðlisfræði og svona, að þegar þú ert að kljást við eitthvað svona flókin viðfangsefni sem er erfitt að skilja, að þá er allt í einu allir konum með eitthvað aðstoðamann í tölvunni hjá sig sem getur hjálpað þeim. Svo framulega sem að þau hafa áhuga á því að læra hlutin. Ég held að það sé nú kannski svona oft á tíðum stærsta viðfangsefni kennara í framhaldsskólum er að fá nemendur til að hafa áhuga á hlutunum. En svo held ég að svona fyrir nemendur þá held ég að það sé svona eitt sterkasta jöfnunartæki sem maður hefur séð, sko. Já, ef það fylgja, sko, bara þetta er svo flugeldapakki, það þarf bara að fylgja með svona ákveðin leiðbeiningaseðl og það setja öryggisgleraun á þig, ekki trú öllu sem hann læst, sannrændu upplýsingarnar, þá bara farðu að skjóta upp, sko. Já, akkurat. Og fyrir mér þá er þetta alltaf bara að verða einfaldara og einfaldara vegna þess að það er orðið svo skemmtilegt að kynna sem fólki sem er með svona opinn hug og eitthvað að vegna þess að ég vill ekki láta fólk fá mikið að tilbúinu lausnum upp í hendunar, að ég vill eiginlega bara fólk fara inn og bara eitthvað byrji, sko. Já, mitt. En svo náttúrulega á hinbóginn þegar fram í sækir að hvað mun gervigreind gera fyrir okkur, sko. Ef það þarf enginn lengur að læra þessa flóknu hluti, að því gervigreindin er miklu betri í því heldur en við,
getum við bara, getum við látið gervigreindina sjá flesta því sem að verkfræðingar gera? Sko, ég kýs, sko, mér langar aðeins að, sko, vegna þess að þetta umræða sem maður er oft ekki þátt í og ég, og nefnilega undanfarna vikur, einfallega, hefur bara svona pínu skoðun mín svolítið færst. Og bæði vegna þess að ég er búin að vera að vinna að bókinni okkar, Kristján, og það hefur lést mikið á mér, sko, varðandi framtíðar ángistina. Og það helgast aðalega vegna þess að því að sko, það verður alltaf skýrar og skýrara og greinilega fyrir mig, vegna þess að ég veit þetta lengi og þetta er nú kannski pínu bara svolítið svo, ég veit hvernig góð golfsveifla svona þokkalega lítur út og hvað ég þarf að gera til þess að hún verði til, en þegar ég ætla að gera það, þá gerist það ekki alltaf. Ég vissi og ég skildi að gervigreind getur ekki búið til neitt nýtt. Og svo bara með reynslunni og þessum þrotlausu verkefnum og þessum, þessum aðferðum sem ég er að nota varðandi forritun og rannsóknir og alls konar, að þá er ég búin að komast því, sko, að ég er að vinna með tækni sem að hefur ekki í þjálfun og gögnunum sínum hvað ég er að gera. Og líka þegar við horfum á, sko, allar þessar framtíðarspár og annað og framtíðarspárnar sem að, fólk notar gervigreind til þess að vinna sér í haginn með, að hún er alltaf að byggja það bara á einhverjum, sko, svona tölfræðilegum forsendum af upplýsingum á internetinu sem hún hefur haft síðustlegin 5 ár. Já. Og hún notar það bara til að spá fyrir næstu 5. Og svo hugsa maður, já, hvernig hefur hún nú gengið svona til að spá fyrir mannlega hegðun. Og, og bara eitt af því, sko, er skemmtilegt að því að ég held að þetta sé kannski umræði sem er ekki droslega mikið tekin takmarkanir tækninar, sko, hvað þetta varðar, að segja, jú, ok, þú getur látið hann að vinna einhverja hluti sem verkfræðingar vinna í dag, sannarlega, en þá þú getur fryst verkfræðistofuna í þeim tíma sem er akkurat núna og reynda sjálfvirkni og allt saman. En þá ertu bara með 2026 stimpil á verkfræðistofu og hann verður bara. Já, einmitt. En hlutverk verkfræðingsins er samt en þá hið sama, sko. Það er búið til eitthvað verkefni í raunveruleikanum eins og þannig að ef að það sparast tími eða kostnaður við það að hanna nýja virkjun, þá verður rafmagnið ódýrara. Þá getum við fara að finna kannski upp ég held nefnilega að maðurinn sko, ég get bara ekki ímyndað mér ástand þar sem maðurinn bara stendur og bara eitthvað, það er bara engin vandamál að takast á við. Nei, akkurat. Og ég held að þetta verði svona miklu meira eins og svona steinn sem rúllar og hann er með svona misjafla kanta, að það verður svona, við erum að fara í gegnum núna bara eitthvað svona, shit, þetta er allt brjálað, þetta er svo hratt og eitthvað og engin veit hvað hann á að gera og eitthvað, en svo bara svona einhvern veginn, eru þessar hægfara stofnanir, þetta verður svona litlar sellur, eitthvað er við að gera hérna í háskólanum, eitthvað er að gera annar staðar og einhver fyrirtæki gera eitthvað og einhvern veginn svona sameinast þetta einhvern veginn og svo taka stóru stofnanir inn sem eiga að færast hægt, það er eiga að vera bara hægfara og vera bara íhaldsamar og eitthvað og þær fara samt svona aðeins, ok, þeir eru búinir að skera sig og meiða sig og verða marðir og bláir eftir þessar tilraunir og þeir eru komnir með eitthvað núna sem að virka svona þokkalega. Nú skulum við stofna nefnd og sjá hvort við setjum þetta inn og svo kemur nefndin og segir, já, þetta er í lagi og þá er þetta tekið upp og svona held ég þetta bara svona safnist einhvern veginn saman og þetta verður allt öðruvísi heldur en við getum reynt að hugsa í dag. Sko. En ég held bara að hugmyndir vinnu, bara grundvöllin fyrir vinnu sé bara breytt að því leyti að tímaeiningin verði ekki sko helst við mælikvarðin á framleiðnina þeirna. Nei. Einfallega bara vegna þess að þegar það er búið að setja því í þessa exoskeleton sem að sko gervigreindin getur orðið þegar þú komið með stór kerfi til þess að eiga við að þá einfallega bara það bara
framleiðin ekki vandamálið, sko. Nei. Þú veist, execution ekki vandamálið, það alveg bara að undirbúningurinn og framkvæmdi sé vel gerð og svo, og þetta sé allt saman vel framkvæmt. Þessi miðjuhluti, hann styttist svo ótrúlega mikið. Já. Og hlutverk þess sem í miðjuhlutanum samt ennþá að þú veist gangast við ábyrgðinni og vera sérfræðingur og vera svo sem að getur vita hvað einlend dýr eru, af því að það líka svo óbúslega margt sem að við erum ómeðvituð að við vitum ekki. Já. En ég held að þetta verða alveg svona bumpy ride, sko. Já. Það nú líklega, sko, kannski endar þetta svolítið stundum hugsa ég að þetta gæti endað á því að byggjast rosa mikið á stjórnarfari í löndunum, hvernig þetta mun nýtast. Ef maður hugsa þetta bara það sem eru alveg kapitalísk kerfi, þá viltu bara fá meira út úr hverri einingu. Já. Og þá er fólk bara framleiði meira á styttri tíma, sko. Og einhver fær arðinn af því. Já, og þetta náttúrulega bara í raun og veru grundvöldurinn af því sem meistarritgerð byggist á að þessi sko nýfrjálshyggju kapitalismi, hann muni bara ganga fullkomlega upp og þar með eyða sjálfum sér vegna þess að þetta bara fullkomin verksmiðja sem bara það engin kaffeterja og engin ljós og ekki neitt vegna þess að hún bara framleiðir og eina sem þarf að greiða fyrir rafmagnið, sko. Já, einmitt. Og svo reynir bara eigandinn að reyna að skjóta sér til tunglsins eða eitthvað vegna þess að þetta svona galið dæmi en ég nefnilega held akkurat og í ritgerðinu minni þá, akkurat þetta stjórnarfarið það sem skiptir máli að það þarf að breyta sem sagt svona virðismat og kerfið okkar eins og það uppbyggt í dag það bara ekki sérstaklega sko vel í stakk búið að takast við þeim breytingum vegna þess að þessi nýfrjálshyggju kapitalismi hefur bara, hann er svo djúpar rætur ofan í allt saman í samfélaginu. Og þá ég ekki að tala eins og einhver kommunisti eða eitthvað svoleiðis, ég er bara að tala að hagfræðin á bakvið kerfið á ofboðslega erfitt með að standast freistni vandan að sjálfvirkni með það. Já. Hvort sem það í opinberu þjónustu að veita sem mestu mögulegu þjónustu fyrir sem minnsta mögulega pening eða þá hinum megin að veita sem mesta fá sem mestan arð eða sem mestan gróða út úr þeirri vinnu sem framkvæmd og þá er langt best að skera mannin úr vegna þess að þá það ekki að glíma stéttarfélög eða veikindaleyfi eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta er svona samfélagsleg áskorun en ég held samt sko líka að við finnum út úr því og ég held líka bara að þó umræðan sé ekki á mjög hávær hjá þingmönnum og mér fannst svona pínu að því ég alltaf náttúrulega bara einhvern veginn á brimbrettinu á öldunni bara eitthvað að gera eitthvað og reyna að æpa þarna eitthvað út bara eitthvað þetta breytist allt hratt maður þetta löngu úrelt sem ég að segja að þetta fólk alveg meðvitað hvað að gerast og svona, og svo pota ég eitthvað og einhverjir pota og þannig að þetta verður svona ég held að við svona skakklöppum staðins í gegnum þetta og þetta verður því samt minna hólótt svona þegar á botninum kvöld, sérstaklega vegna þess að þetta fólk mun bara hafa aðgang að alveg ofboðslega fullkomnum gervigrindatólum til að hjálpa sér sem að gervigrind hefur enga þjálfun á og það er eitt sem er merkilegt sko, að gervigrind hefur rosalega hún hefur enga þjálfun á mannkinn og samfélag sem hefur aðgang að jafn öflugri tækni og gervigrindin Já, einmitt. Og það er svona pínu lykilbreytan hjá mér sem að svona, fór að koma mér upp úr framtíðar angistinu upp í það bara, vá, við erum actually að búa til bara eitthvað nýtt sem á eftir að þjálfa í gervigrindina. Þannig að við getum raunverulega haft áhrif á framtíðina með því að byggja sjálfstæða innviði og fara í
geta meðhöndlað eigin gögn með öruggum hætti og náð svona miklu meiri stjórn á stafræna fótsporinu og stafrænu umsýslunni, hann bara að spara greiðlega mikið kostnað og leyft svo að sjálfvirknivæða það sem þetta sjálfvirknivæða og takast svo á við það sem nýtt. Þannig að ég hef sofið betur undanfarið. Já, það gott. Ekki með loftslagskvíða heldur. Jú, skíðamaðurinn. Já. Skíðamaðurinn er með loftslagskvíða. Já. Ekki kvíða samt, þetta er bara klúður. Og það sem er svona, það eina sem gæti dregið mig aftur í framtíðar angistina ef við ætlum að takast á í gervigrindi sem við tekist á við loftslagsmálin. Það við bara hittumst alltaf og fjórar fyrstu og segja, þetta er alveg hæðilegt. Það verður einhver að gera eitthvað. Skrifum undir eitthvað og svo komum við aftur til 4 og segja, þetta er bara miklu verra en síðast. Við skrifum undir það, við erum að skrifa eitthvað meira núna. Það er alveg djúk, sko. En þetta er ekki hlaðvarp umhverfismál og ég held að við séum búin að flysja ansi stóra laug. Það var bara virkilega gaman að spjalla við þig og ég held sko einmitt að einn af þessum vinum mínum sem ég segi sögur af og gaman að heyra það. Og þú með bara vera mjög stoltur af þeim manni sem þú ert og bara eins og ég segi afreksmaður á flestum sviðum nema kannski í alpagreinum og það er líka bara gott fyrir mig það hjálpar minni tilvist í nærveruðinni. Þannig að bara Guðmundur Smári, takk kærlega fyrir spjallið. Sömuleiðis, takk.